Þá hefur Ágúst Hjalti flautað leikinn af stað. Káringar byrja með boltan. Strax tilbaka Rakel. Þolinmóð, vel gert. Finnur Freyju. Freyja fer bara í skotið og þetta í slána. Fyrir gefið Kara Guðmunds með þetta skot. Sjálfsögðu var Kara Guðmunds og mér sýnist Lorentz. En það var nóg mikill í Ingu Laufey sem kominn inn á hægri kantinn og hefði verið stoppin í gegn. Áfram einhvern veginn náður að halda sókninni lifandi í Inga Laufey. Að leita að emmiðinu í tegnum. Boltinn kemur fyrir og það er skoti frá Kötlu Guðmunds en frábæra varsla hjá Kuru. Það skiptir ekki máli, það pikka bara boltan aftur upp. Leita hérna hægri vænginn. Hver er þar? Sendingin fyrir og hvað er að gerast inn í tegnum? Brotið á Lorentz Glátu. Erfitt að Isabella er að vinna boltar að það miðunni, já. Og með nóga grænum treyju með sér. Fyrir hérna milli tveggja. Ennþá að leita. Hvað það var? Skotið að sending. Það skiptir ekki máli. Fyrir á Hildi og Lælu. Er hann að koma? Völsungi yfir? Nei! Hún er ekki að koma. Völsungi yfir. Hvað voru? Regina smá vilt þetta vellinum. Sá ekki hvort hún skattaði boltan. Það var Inga Laufey. Með valmöguleika. Fær henni tegnum. Hann er Katla, ætlar hann að hæla hann inn. Hákki mér skotið, láta þetta velli. Þá er ísinn brotinn. Og auðvitað er það Kara Guðmunds. Fáum að sjá þetta aftur. Tók heilar 83 mínútur til að brjóta ísinn. Frábært spil hérna á Inga Laufey. Endar á eina móti. Birnu hérna á hægri vængnum. Katla ætlar hann að hæla hann inn. Kara ein á auðum sjó. Frábært skot. Kara Guðmunds að skora sitt 4. mark. Rakel. Einarinn hérna á Guðni. Leikur sig að hann, snýr henni tvisvar í hring. Sendingin fyrir og þannig er enginn nema Káringur á fjær. Fáum að sjá þetta aftur, staðan 2-0. Sjáum hérna, fer illa með Guðni yfir á vinstri. Sendingin örugglega ætluð Kötlu. Regina sendir þetta bara beint á Káring. Emma hérna út af tegnum, rennur sér tilbaka. Gegnum vörnina, 1-1 á Lorentz og það er 3-0. 3-0 fyrir Káring og þetta er verðskuldaði sigur hérna. Þolinmóður í dag. Við sjáum hérna, þetta er Katla. Katla Guðmundsdóttir. Þær voru bara engar eftir í vörninni. Allur andi farin.